Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 30. nóvember er fyrsti sunnudagur í aðventu og upphaf nýs kirkjuárs. Þema dagsins er Drottinn kemur. Í lexíunni skrifar Jeremía spámaður: Þeir dagar koma að ég læt hið góða fyrirheit rætast sem ég gaf Ísraelsmönnum og Júdamönnum. Í pistlinum er spádómur úr opinberunarbókinni, en þar stendur: Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Og í Guðspjallinu er frásögnin þegar Jesús opinberaði í sínum heimabæ hver hann er. En við byrjum þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Lúkasi 4. kafla. Jesús kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókinni og fann staðinn þar sem ritað er: Andi Drottins er yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár Drottins. Síðan lukti Jesús bókinni aftur, fékk hana þjóninum og settist niður. En augu allra í samkundinni hvíldu á honum. Hann tók þá að tala til þeirra: Í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn ykkar. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þemað er Drottinn kemur. Og í Guðspjallinu las ég frásögnina þegar Jesús opinberaði hver hann er. Hann var sá sem spádómarnir boðuðu að kæmi. Hann er hinn smurði, hann var sá sem þeir biðu eftir, en þeir þekktu hann ekki. Ef við fléttum saman við þennan texta úr Jóhannesar Guðspjalli, þá fáum við þeirra tíma útskýringar. Þar stendur: Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. Fyrr í Guðspjallinu hafði Jesús verið skírður og hans freistað í eyðimörkinni. Síðan segir að hann hafi farið í hinar ýmsu borgir á leiðinni til Nasaret. Hann kenndi í samkundum og það lofuðu hann allir, en sú varð ekki reyndin í Nasaret. Hvergi er spámaður minna metinn en í landi sínu með frændfólki sínu og heimamönnum voru orð Jesú. Já, í Guðspjallinu gaf hann þennan vitnisburð: Í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn ykkar. Og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmi orð sem framgengu af munni hans og sögðu: Er hann ekki sonur Jósefs? Álit manna var fljótt að breytast. Hann gat ekki verið merkilegri en þeir. Lexían sagði að Guð ætlaði að láta sitt góða fyrirheit rætast. Á þeim dögum og á þeim tíma mun ég láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun framfylgja rétti og réttlæti í landinu. Guð sendi son sinn til að bjarga líf sínum og Jóhannesar Guðspjall vitnar að hans eigið fólk tók ekki við honum, því það þekkti hann ekki, eða réttara sagt þekkti hann aðeins sem son Jósefs.
Fræðimennirnir þekktu ritningarnar og þegar Jesús rekur fyrir þeim þarna í samkomuhúsinu að Guð hafi blessað aðra en Ísraelsmenn á erfiðum tímum, þá reiddust allir, spruttu upp, hröktu hann út úr borginni og ætluðu að hrinda honum fram af fjallinu sem borgin stendur á. En Jesús gekk gegnum mannþröngina og fór leiðar sinnar. Hans eigið fólk hafði hafnað honum. Það er sorglegt hve oft menn hafna einhverju vegna þess að þeir hafa aðrar hugmyndir hvernig hlutirnir eigi að vera eða gerast. Ekki bara í trúmálum heldur einnig í sambandi við venjulega veraldlega hluti. Ég er ekki að mæla með því að við trúum öllu sem fyrir augu ber, heldur að það geti verið gott að gefa sér tíma til að íhuga málin svo við missum ekki af réttu lausninni. Leiðtogarnir í Nasaret hugsuðu sig ekki þeir höfnuðu Jesú, en Jóhannes skrifar, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Í hvert sinn sem við heyrum Guðs orð, þá rætast þessi orð úr pistli dagsins. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans. Boðskapurinn knýr dyra hjá okkur. Og nú eru 4 vikur til jóla og textar næstu sunnudaga munu minna okkur á spádómana komu hans, það er hins smurða konungs. Í ritum spámannanna má finna þó nokkuð marga texta sem boða komu hans. Vandamáli var bara að enginn vissi nákvæmlega hvenær hann myndi koma og menn höfðu rangar hugmyndir hvernig koma hans yrði. Menn bjuggust að minnstakosti ekki við ungbarni í jötu. Hvernig átti nýfætt barn að geta frelsað heiminn? En barnið í jötunni óx upp og það flutti okkur kærleiks boðskap. Takið sinnaskiptum, elski Guð og sýni náunganum kærleika. Kærleikur Guðs á að flæða heiminn. Ég hef elskað ykkur eins og Faðirinn hefur elskað mig, sagði Jesús. Haldið boðorð mín, verið stöðug í elsku minni. Og þetta er mitt boðorð, að þið elski hvert annað eins og ég hef elskað ykkur. Allt sem Guð gerir hefur ákveðna merkingu. Hinn látlausa koma Jesú í heiminn í fjárhúsi sem var kannski á afviknum stað. Flóttinn til Egyptalands og hann væri alinn upp í Nasaret, allt hafði þetta ákveðin tilgang. Það sýndi að Jesús hafði engin önnur forréttindi í uppvextinum en að vera verndaður fyrir hinu illa þar til hann tæki til starfa. Strax eftir skírnina í Jórdan var hann óvarinn gegn hinu illa, leiddur út í eyðimörkina og freistað í 40 daga. Heimurinn fékk samt strax að vita að spádómurinn fæðingu hans hafði ræst. Stjarna birtist á himni sem vitringarnir fylgdu að fjárhúsinu og herskarar engla sungu fyrir fjárhirðana, hina lágu þjóðfélagsþegna. Allt sem kemur frá Guði hefur sitt myndmál. Við eigum að horfa til himins því þar munu táknin frá Guði birtast. Jesús fæddist nótt, það er inn í myrkan heim. En dýrð Drottins var opinberuð þegar engillinn birtist. Gjafir vitringanna tákna að þó aðstæður okkar séu fátæklegar í upphafi, þá geta okkur borist dýrmætar gjafir úr óvæntri átt sem nýtast okkur í uppvextinum. Tákn stjörnunnar er að ljós heimsins mun vísa okkur rétta veginn eins og stjarnan lýsti vitringunum og að dýrð himins, herskari englanna,
hafi fyrst byrt hinum lægst settu, er táknum að Guð er Guð allra. Barnið sem frelsar okkur var ósjálfbjarga í byrjun, en það naut verndar frá Guði, eins og við njótum núna. Því Guð hefur lofað að vera með okkur allt til enda veraldar. En munum að ekkert gerist sjálfkrafa. Textar síðustu sunnudaga voru áminning að halda vöku okkar. Ekki fyrir táknum, heldur eru þeir áminning að halda trúnni við, efla sambandið við Guð. Já, þema í dag er Drottinn kemur og við vitum að spámenn Guðs sögðu fyrir komu hans, samt þekkti hann enginn. Hann kom í heiminn sem lítið og ósjálfbjarga barn, en er frelsari allra manna. Á nýju kirkjuári fáum við enn eitt tækifæri til að heyra boðskapinn aftur, hlusta á sögurnar, auka skilning okkar, styrkja trúna, verða ríkari í hjarta og bera ávöxt með því að bera boðskapinn áfram. Boðskapinn að vegna kærleika Guðs erum við af náð, frelsuð fyrir trúna á lítið barn sem fæddist í fjárhúsi og var lagt í jötu, en var, er og verður frelsari okkar. Aðventan er því rétti tíminn til að byrja upp á nýtt, lesa og hlusta á ritningatextana með hjartanu, íhuga ný sjónarhorn, opna hugan fyrir nýjum hugmyndum, sjá textan bæði frá hlið biblíulegs tíma og tengja hann nútímanum. Því hann er tímalaus, hann vex með okkur og úreldist því aldrei. Megi boðskapurinn fæðingu frelsarans öðlast dýpri merkingu en áður í hugum ykkar og ég bið þess að þið njóti gleði og friðar á aðventunni. Megi ljós heimsins ávallt skína inn í líf okkar og vísa okkur öllum veginn til Guðs ríkis. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.